fundi Geðhjálpar í gær kom fram að forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svokallað skjólshús í Breiðholti eins og til stóð. Og þetta tengt andstöðu íbúa við verkefnið og við höfum síðustu vikur hér á samstöðunni svolítið verið að fjalla fordóma gagnvart geðveikum. En eftir því sem skilst þá eru þeir nú samt að minnka þótt fréttamál gærdagsins sé nú frekar svona leiðilegt að verða vitni að örlögum þessa skjólshús. Og hún komin hingað Sigrún Ólafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði við HÍ til þess að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin, Sigrún. Já, takk. Sko, það ekki rétt hjá mér að þrátt fyrir að fréttir íslenskra fjölmiðla hafi svolítið snúist að það sé dapurlegt eins og komið hefur fram hjá talsmönnum Geðhjálpar að íbúar hafi ekki verið tilbúnir í Breiðholti fyrir skjólshús meðal annars vegna fordóma sennilega. Á sama tíma og það staðurinn þá hafa þína rannsóknir samt sýnt að fordómar þeir eru minni núna gagnvart geðveikum en var eða hvað. Já, við sjáum að það hefur dregið verulega úr þeim. Ég sem sagt byrjaði árið 2006 að skoða fordóma gagnvart geðrænum vandamálum á Íslandi og það var hluti af alþjóðlegri rannsókn sem var framkvæmd í 17 löndum og þá var sérstaklega að skoða fordóma gagnvart einstaklingu sem var lýst með þunglindi annars vegar og hins vegar með geðklofa. Og strax 2006 þá sjáum við að fordómarnir eru hvað minnstir á Íslandi í alþjóðlegum samanburði. Þeir eru enga síður verulegir en við verðum náttúrulega líka að hafa í huga þarna eru við erum eina Norðurlandið sem sagt í þessum gögnum og þarna eru við með lönd í rauninni í hverri heimsálfu. Þannig við erum að bera okkur saman við lönd eins og Bandaríkin, við erum með Austur-Evrópu, við erum með Filippseyjar, við erum með Suður-Afríku. Þannig að kannski kemur ekki á óvart að þá séu fordómar hvað minnstir á Íslandi árið 2006. Ég skil. En síðan sem sagt auðvitað búið að birta dálítið úr þeim gögnum og skoða fordóma í alþjóðlegu samstarfi eða samanburði og síðan svona upp úr 2020 þá fer ég í samtal við þau hjá Geðhjálp mikilvægi þess að fylgjast reglulega með fordómum á Íslandi og endurtaka þá þessa rannsókn. Þannig að við erum núna búin að gera það tvisvar árið 2022 og 2025 og þar sjáum við að það hefur dregið verulega úr fordómum og kannski svona það sem mikilvægast við sjáum frá 2006 til 2022 að það dregur úr fordómum gagnvart einstaklingum sem lýst með þunglindi og þetta svipað og við sjáum í öðrum löndum allavega Bandaríkjunum og Þýskalandi að við erum kannski svona svolítið búin að normalisera kannski það sem við myndum kalla svona mildari geðraskanir og við náttúrulega getum hugsað bæði þunglindi og kvíða, hvar dregur mörkin á að vera bara svolítið leiður yfir í að vera þunglindur og við erum líka farin að tala svolítið bara þetta í almennu máli, við erum öll kvíðin, við erum öll þunglind og það virðist hafa þá dregið verulega úr fordómum en á því tímabili gerist ekkert varðandi að draga fordómum gagnvart því sem við myndum oft tala sem alvarlegri geðraskanir eins og til dæmis geðklofa. Stóra sagan hins vegar svo og kom verulega óvart og samkvæmt því sem ég veit best þá það í fyrsta skipti á heimsvísu að það mælist að það dregur úr fordómum gagnvart einstakling sem lýst með geðklofa og við sjáum það þarna á þessu 3 ára tímabili í okkar gögnum. En síðan auðvitað mikilvægt að hafa í huga líka hvað við erum að mæla og síðan svona lifaðan veruleika hér á Íslandi og þarna erum við auðvitað að vinna með spurningalistakannanir og þær eru afar dýrmætar til að mæla svona almenn viðhorf, líka sérstaklega við erum að gera það í annarkvort samanburði við önnur lönd eða yfir tíma. Þetta þá allt megindlegar aðferðir? Þetta eru megindlegar aðferðir, já. Og þar má í rauninni segja að ég myndi kannski segja við erum að mæla svona kannski minnsta mögulega fordóma. Þannig að þú kannski hugsar bara hér og ef við tökum þetta í samhengi við það sem að þú byrjaðir hér á, þá það svolítið annað að vera að svara spurningalista í tölvunniðinni og þar ertu spurður hvort að þú viljir fá hann Jón sem lýst með geðklofa sem nágranna eða að þú fáir símtal frá nágranna og slíkur einstaklingu sé að fara að flytja í sömu götu og þú. Þannig við erum í rauninni alltaf að undirmæla
myndi ég segja, fordóma þó að þetta auðvitað gefi verulegar vísbendingar og við sjáum það ennþá að það eru verulegi fordómar í íslensku samfélagi þó að það hafi dregið úr þeim. Já, þetta góðu punktur hjá þér og maður tengir einmitt við þetta. Það var alveg fólk sem að sagði við mig í gær sem að var að fylgjast með fréttum að þetta væri bara eðlilegasti hlutur í heimi að íbúar væru hugsi yfir svona sendingu eins og einn kunningi minn orðaði það. Hann sagði að þetta geti haft bara áhrif á fasteignaverðið og bara svona praktíska þætti. Get ég eitthvað spurt þig út í þetta? Já, það auðvitað bara eitthvað sem við vitum og ég meina við vitum að fordómar hafa raunverulegar afleiðingar. Þeir hafa afleiðingar fyrir bæði myndi ég segja samfélagið í heild og sérstaklega þá einstaklingar sem að verða fyrir fordómum. Við vitum frá rannsóknum og við vitum að það auðvitað alls konar ímyndir fólk sem á við geðræn vandamál að stríða. Og kannski eins og algengasta sem við hefum auðvitað að þeir séu hættulegir. Já. Og það sjáum við, það hefur reyndar breyst mjög mikið, til dæmis ef við hugsum fjölmiðla. Ef við hugsum fjölmiðla kannski fyrir 20-30 árum, þá vorum við nánast einungis með kannski neikvæðar ímyndir af fólki með geðræn vandamál. Þá getum við öll hugsa hér brjálaði maðurinn með byssuna sem í geðrof og kemur inn á spítal og skýtur alla. Já, eða stelur barninu, 10 ára gömlu barninu með skólatösku. Bara alls konar sem að þannig að þessar ímyndir eru eðlilega kannski sterkar. Já. Og við vitum náttúrulega líka að fordómar virka þannig að við erum alltaf í rauninni kannski að skipta heiminum í okkur og hina. Og það mjög sterkt þegar kemur að geðrænum vandamálum og ef við bara skoðum það til dæmis í sögulegu ljósi þá náttúrulega mjög ómannúðleg meðferð sem að við höfum séð varðandi einstaklingar sem átt við geðrænan vanda að stríða. Þannig og auðvitað ennþá þannig í sumum löndum en ég meina við vitum það alveg að þessir einstaklingar oft var kannski litið á það sem að þeir væru jafnvel líkari dýrum heldur en mönnum. Þeir voru einangraðir, þeir voru bundnir við staura, þannig við getum náttúrulega sjáum í gegnum söguna. Við vitum auðvitað líka í helförinni þó að eðlilega sé mest talað gagnvart gyðingum, þá vitum við auðvitað líka fólk með geðræn vandamál var tekið og sett í semst útrýmingabúðirnar. Þannig að þetta náttúrulega auðvitað mjög ljót saga og við höfum sem betur fer orðið samfélög sem að eru mun umferðarlindari en í grunninn þá erum við á einhvern hátt að draga línur á milli okkar sem eru þá venjuleg og einhverja aðnara sem oft eru þá öðruvís en við og sem að þá í þessu tilfelli stafar einhver möguleg og við sjáum sem hættulega. Það sem auðvitað síðan mikilvægast og við kannski vitum ekki af eða kannski almenningur veit ekki alveg af til dæmis eins og rannsóknir sem sýna að einstaklingum með geðræn vandamálur til dæmis mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi heldur en að beita ofbeldi sjálfir. Já, ég skil. Og við vitum það auðvitað líka og kannski það sem mikilvægt við fordóm að við erum að nota eitthvað eitt til að dæma í rauninni einstaklingin í heild. Að því ef við bara hugsum þetta við höfum öll möguleika á að vera hættuleg. Við höfum öll möguleika á því að vera að nota fíkniefni sem var annað til dæmis sem að kom þarna upp í gær með að hverfi myndi bara fyllast af nálum og það var allir í neyslu. Það var líka að tala að þetta væri barnanýðingar. En við vitum auðvitað mjög stór hluti af fólki sem gerir alls konar hluti á ekki við nein geðræn vandamál að stríða. En þetta verður stimpill sem að við síðan tengjum við alls konar neikvæða hluti og ákveðum í framhaldinu að svona fólk viljum engin samskipti eiga við. Grímur Atlason hjá Geðhjálp, hann satt hér í síðustu viku og ræddi við mig líkurnar eða möguleikana á því að alltaf lögreglan á Suðurnesjum sem beitti rafbyssu á einstakling sem var sett í gríðarlegri krísu að þar hefðu mögulega einhverju fordómar gagnvart bara geðsjúkum heilt yfir ráðið för. Ég veit að ég get ekki rukkað þig það hér og nú hvort þú tækir undir það en þetta er eitt af þessum umhugsunarefnum. Já, það auðvitað og við vitum það líka að hugsa svolítið held í þessar aðstæður. Oft erum við náttúrulega bregðast rosalega fljótt við og jafnvel þessir fordómar þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir þeim. Þeir bara einhvern veginn verða, þú sérð einstakling, þú hugsar hann geðveikur, hann með alls konar hlut og ég þarf að bregðast við og lögreglan þarf náttúrulega mjög ofta að bregðast mjög
hratt við og þar til dæmis svona þó að sé ekki beint tengt geðrænum vandamálum þá vinur minn bandarískur félagsfræðingur Asian Ray sem hefur til dæmis mikið skoðað þetta varðandi lögreglunni í Bandaríkjunum og svarta sem hefur auðvitað mikið verið í umfjöllinu og hann hefur þróað og unnið með lögreglunni sérstaklega til að draga úr fordómum því að þar var hreinlega til dæmis bara sýnt það að í huga margra lögreglumanna að þeir sáu svartan mann þá sáu þeir bara ógn. Já. Og til dæmis sem dæmi þá bara var það kerfisbundið að þeir mátan miklu stærri en hann í raun og veru var. Já. Miklu meiri ógnheldur en hann í raun og veru var og við verðum svolítið að hugsa því að hluti með fordóma auðvitað bara hvernig við notum upplýsingar og hvað mikið á áreiti í heilanum okkar bara í rauninni í hverju sekúndu. Þetta gífurlegt magn og við erum alltaf að flokka, við erum alltaf að nota fyrri reynslu, hugmyndir sem við höfum til að bregðast við þeim aðstæðum sem við lendum í. Og eðlilega kannski þegar við lendum í aðstæðum sem þarf að taka snöggar ákvarðanir þá án þess að þú sért eitthvað að velta fyrir hvort þú sért með fordóma eða sért að gera eitthvað sem ekki við hæfi þá bara í rauninu bregstu við aðstæðunum en undirliggjandi kannski fordómar gagnvart einstakling hvort sem það í geðrofi eða á einhvern hátt sem hún tengir við alvarlegan geðrænan vanda lætur okkur kannski bregðast öðruvísi við heldur en eða væri einstaklingur þar sem við myndum ekki hafa grunn slíkan vanda. Já. Er það ekki yfirleitt til neyingin að við erum ekki hrædd við það sem við þekkjum og það sem við höfum reynslu af að við þurfum ekki að vera hrædd við en það sem við þekkjum ekki þar förum við á svona viðvörunastig. Jú, ég held að sé tvennt. Við erum náttúrulega annars vegar og þá kemur þetta aftur í þessa hugmyndu okkur og hina. Við erum ekki hrædd við okkur. Við erum ekki hrædd við fólk eins og okkur. Við erum hrædd við þessa hina sem eru óskilgreindir. Þannig að það hluti af því. En síðan auðvitað líka þannig að sumt fólk kannski ekki eins og ég, en ég hef kannski engar neikvæðar staðalmyndir svona fólk. Ég hef enga kannski svona sérstaklega ógn af því ég ekki til dæmis bara hugsað fólk sem ofurríkt. Ég þekki kannski ekki rosalega mikið af fólki sem ofurríkt. Ég kannski með alls konar hugmyndir það, en mér kannski óleiklegt að það myndi beita með ofbeldi. Þannig að það sem kannski fer saman hér að þekkja ekki þennan heim, en líka að það alls konar neikvæðar staðal ímyndir sem við fáum úr fjölmiðlum og annar staðar sem við tengjum við þennan hóp. Það sem að tengist síðan þessu kannski mikilvægast að rannsóknir, bæði hérlendis og sérstaklega erlendis, bara áratuga rannsóknir í raun og fordómum, sína í rauninni að besta leiðin til að draga úr fordómum eða það sem mikilvægast að þekkja einhvern sem hefur átt við geðrænan vanda að stríða. Þannig að það auðvitað líka í rauninni segir okkur meira kannski þessa sögu eins og ég sagði áðan með að meðaltali þá fólk með geðrænt vandamál ekki líklegra að vera hættulegra heldur en aðrir. Auðvitað kannski geta verið ákveðnar undantekningar til dæmis ef einstaklingar eru í mjög miklu geðrofi eða slíkt en svona meðaltali þá það ekki, við höfum öll möguleika að vera hættuleg undir ákveðnum kringustæðum en auðvitað sýnir það líka þetta að þessi sterka í rauninni niðurstaða sem við sjáum við mikilvægi þess að þekka einhvern auðvitað líka bara mjög ofta að sýna fólki, þetta bara fólk eins og við. Það engin ástæða til að vera hrædd, það engin ástæða til að vera með fordóma. Nei, það var einmitt ungmenni sem að benti mér á það núna fyrir nokkrum vikum að hjá krökkum undir 20 í hennar kreðsu þá væri svona mjög það var ekkert neikvætt viðhorf gagnvart kvíða. Kvíði væri svona það væri orðin til einhver konsensus í samfélaginu það væri bara fullkomna normal að einhver var að stríða við kvíða sem jú geðlegt ástand það ekki þegar það komið upp á svona komið úr einhverjum böndum en þannig að kvíði var allir geta verið með kvíða og mætir ekki neikvæð viðhorfi hjá ung fólki en geðhvörf til að mynda að mati þessa ungmennis þá svona annað viðhorf gagnvart því og þá sem sagt telur unga fólkið að það sé eitthvað ófyrirsjáanlegt við geðhvörf og því getur stafað hætta af einhverjum sem með geðhvörf en því stafi ekki hætta af þeim sem með kvíða. Já, og þetta auðvitað kannski getur við tengt líka við bara munin á
til dæmis bara hversu vel við getum fundið okkur í ákveðnum mismunandi geðrænum vandamálum. Já. Og það hefur verið mikil gagnrýni til dæmis á hvað við höfum sjúkdómsvætt mikið bæði kvíða og þunglindi og hvar í rauninni við drögum mörkin á milli til dæmis þess sem bara eðlilegur kvíði og við vitum alveg upp að ákveðnu marki þá kvíði okkur mjög gagnlegur. Ég meina það mjög vont að vera aldrei kvíðin. Tengist tímabundum aðstæðum oft og bara... Já, þú bara hugsar ég meina ég ekki viss að, þú veist, ég væri hér sem prófessor í félagsfræði, ég hef aldrei verið kvíðin. Því að þú veist, ég meina, ef ég hefði ekki verið með neitt smá prófkvíða, hefði ég lært eins mikið fyrir prófin. Já, meinar. Ég meina, hefði ég, þú veist, passað að skila ritgerð á réttum tíma. Hefði ég passað að skila mér þeim verkefnum sem ég þarf að skila af mér. Dæmum jákvæðar afleiðingar kvíða. Þannig að þú veist, ég meina einstaklingur sem algjörlega kvíðalaus. Ég svona kannski að meðaltal ekki að fara að ná miklum árangri í lífinu, þá sé ég ekki kannski að segja það almennt. Hann flýtur sofandi að feiða rósi. Það má og sama, þú veist, má segja með, þú veist, hvað munurinn á til dæmis að vera leiður og að vera komið þunglindi. Og augljóslega, þá vitum við að það eru einstaklingar sem eru það þunglindir og það kvíðnir að þeir þurfa að fá hjálp, hvort sem að það hjá læknum eða öðrum heilbrigðisstéttum eða frá jafningjum eða bara samfélagin í heild. Þannig að við vitum það, en eitt sem að við náttúrulega hefum séð að við erum alltaf að færa þessa línu í rauninni, þannig við erum farin að tala mildar og mildari útgáfur sem mögulegan sjúkdóm. Og núna, ég til dæmis get ekki ímyndað mér að hafa farið og tala við mína kennara hér aldamótin og segjast vera kvíðin eða þunglind. Þú veist, þetta voru bara orð sem að bara voru alltaf til í minni orðabók sem manneskjum tvítugt. Nú annar hver nemandi þunglindur og kvíðin. Og það auðvitað mjög gott að við séum farin að tala andlega líðan. Er það reynsla þín sem prófessor, eru nemendur þínir, eru 50% nemendur þennan að segjast þér kvíðnir eða þunglindir? Ég get ekki sagt nákvæmlega prósentutölurnar, en það var reyndar rannsók sem að gerði í HÍ þar sem það var yfir helmingur nemanda sem að var með verulega einkenni sem að hefði verið greind sem þunglindi. Samkvæmt þeirra eigin svörum. En munur samkvæmt þeirra eigin svörum sem náttúrulega sama og notað til að greina þunglindi. Þetta alltaf okkar eigin svör varðandi spurningar. En kannski munurinn að ég hefði bara óttast það að vera bara fordæmd og talin ekki góður nemandi og ekki eiga neina framtíð ef ég hefði farið og sagt mínum prófessor ég væri þunglind. Eða ég væri með kvíða, of mikinn kvíða. Þannig í dag, þú veist, þá þetta bara svona eitt af, þú veist, þetta nánast bara, þú veist, liggur við að mér skaman að fara á stúdendakjallarann eftir vinnu og kvíðin minn svona, eða ADHD mitt svona. Þannig að þú veist, það bara talað það á mjög svona eðlilegan hátt sem að auðvitað jákvætt. En kannski punkturinn hér þá að þarna erum við bæði náttúrulega annars búin að normalisera en líka þetta eru tilfinningar sem að við könnumst öll við og ég held að það sé engin manneskja sem kannast ekki við að hafa verið leið eða kvíðin. Þannig að hvar drögum við mörkin? Ef við hugsum geðklof eða geðrof þá náttúrulega erum við oft á tíðum að tala hluti sem við kunnumst ekki öll við. Þannig að við getum til dæmis velt fyrir okkur flest okkar heyra ekki raddir. Nei. Þannig að þá ertu strax komin með eitthvað ef þú ert svona, þá það einhvern veginn í grundvallar atriðum allt öðruvís en ég sem manneskja. Og það sem hefur náttúrulega verið gert þar, sérstaklega þá kannski svona undir svona læknisfræðilega læknamiðuðu nálguninni að megin áherslan þá að bæla niður einkenni. Og það var auðvitað þannig að í rauninni bara ungmenni sem að kannski greindist með geðklofa var í rauninni bara skrifað úr leik, bara nú lífið búið, þú þarft ekki að hugsa eignast fjölskyldu, eignast börn, þú skalt ekki vera að fara í skóla eða vinnu, nú erum við bara að fara að taka næstu 50 árin í að halda niður í einkennum. Og þessi nálgun hefur breyst mjög mikið, meðal annars auðvitað út af starfi eins og hjá geðhjálp, hjá hugarafli og fleirum hér þar sem að meðal annars til dæmis núna orðið bara viðurkennt allavega hjá ákveðnum hópum að til dæmis vinna með að heyra raddirnar. Raddirnar þurfa ekkert að vera svo skelfilegar eða hættulegar og oft líður fólki miklu betur ef það að vinna í rauninni með þeim, þá verða þær ekki eins ljótar og vondar og þeir ert stöðugt að reyna að bæla þær niður. En þetta kannski svona svolítið sem að kemur inn á þess að þú ert að segja hvað við getum samsama okkur með og hvað svona eitthvað sem að öðruvísi hættulegt, eitthvað sem að við þurfum að óttast. Já. Ég tek undir þetta sem þú sagðir áðan að sko það léttara í dag að segja frá einhverju
á geðræna sviðinu en það var. Og sem dæmi þá hef ég hérna svolítið við Rauðaborðið verið að gera þætti með geðlækni og fleirum svona geðræn mál. Þar sem ég hef dregið upp persónulega úr mínu minningarsafni hérna mjög slæmt tímabil frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var mjög geðveikur. Og ég heyrði raddir. Já. og miklu fleiri hafa heyrt raddir heldur en þora nokkuð tímann að segja það. Það voru leiðinda skilaboð sem ég fékk. Því að skilaboðin voru þú ert hann. Það var sem sagt Messias. Já. Já, alveg sturlaður sko. Og hérna og ég veigraði mér alltaf við, þetta var sko mitt mesta leyndarmál í lífinu. Það var þessi kafli. Og þótt ég hafi ekki fundið fyrir einkennum sko í marga áratugi, þá veigraði ég mér alltaf við því að segja frá þessu vegna þess að mér fannst eins og að bara ferli mínu væri bara lokið, starfsferli og öllu því það myndi enginn vilja hafa mig í vinnu og enginn myndi þora að tala við mig og svona. En ég upplifi núna árið 2026 margfalt frelsi til þess að ræða þetta. Maður upplifir hjá sér þörfina að hjálpa öðrum, minnka fordóma einmitt með því að segja frá valdefla aðra, bara horfa í vélina og þú ert ekki einn og við erum miklu fleiri en þú hyggur sko og allt þetta. Þannig að hérna, mér finnst sem bara borgara á Íslandi alveg frábært ef þetta svona eins og þú ert að segja að hægt og rólega minnka fordómar og þessi opnun verður þessi mál. Já, það auðvitað líka svona sem að þú veist hengist inn á sem þú ert að tala og sérstaklega gegnum tíðina, þá hefur þetta náttúrulega verið kannski svona eitt sá versti stimpill sem að einstaklega geta fengið. Og bara vegur vóbeinta lífsbjörgum manns, möguleikum manns til þess að afla lífsbjarga. Já, nákvæmlega þetta því að bara eins og hefur oft verið talað ef við berum til dæmis saman líkamlega sjúkdóma og andlega erfiðleika eða geðræna sjúkdóma, hvað svo sem að við sem kallum það, að þá vitum við það alveg að það allt öðruvís ef ég með 2 ára kannski svona hlé í ferilskráni minni að það hefði allavega sögulega séð verið miklu auðveldar að segja ég var í krabbameinsmeðferð heldur en ég var inn á geðsjúkrahúsi og fólk náttúrulega óttast þennan stimpil mjög lengi. Það líka sem að skiptir svo rosalega miklu máli í þessum rannsóknum á fordómum því að eitt af því sem að við vitum að það eru beinifordómar. Það eitthvað sem gerist og það getum við til dæmis talað að ég myndi til dæmis segja það svo atburðarás sem gerist með Skjólshúsi, þar erum við að sjá eitthvað sem við getum tengt við beinafordóma. En það sem að gerist og skiptir ekki síður máli hvernig einstaklingar þegar þeir greina með geðsjúkdóm eru með fordóma fyrir sjálfum sér og því sem þau eru að gangi gegnum. Og það hefur verið talað og sérstaklega eru þá félagsfræðingar sem heita Bruce Link og Joe Phelan sem hafa þróað þessar kenningar sem að tala einmitt mikilvægi fjölmiðla og þetta bandarískt fræðafólk að þróa þessar kenningar svona aldamótin og þar til dæmis sýnaði fram á að börn eins ung og 5 ára hafa einhverja hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og þau vita þetta fólk sem öðruvísi, jafnvel hættulegt, skítugt og svona eitthvað sem að þú vilt ekki vera að eiga mikil samskipti við. Þannig að síðan í rauninni þá varðandi þetta, þá talum við frá mjög ungum aldri, þá eru við með tiltölulega skýrar hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og við erum með neikvæðar staðalmyndir það. Síðan hvað gerist þegar ég 18 ára, 20 ára, 25 ára og allt í á allar þessar neikvæðu hugmyndir eiga orði við mig. Og mjög margir sem að eiga við og hafa greinst með alvarlega geðsjúkdóm að tala að það hafa jafnvel verið það sem var erfiðast og kannski tengist því sem þú varst að segja að komast yfir sína eigin fordóma gagnvart ástandinu. En þeir voru byggðir á einhverju meiri tilfinningu sko, og maður taldið sig sjá það að ef atvinnurekendur gátu óttast að viðkomandi væri ekki algjörlega svona fyrirsjáanlegur þá myndi það síður á það hann heldur en einhvern annan. Já, það líka það sem gerir sem að verður þá næsta skrefi í rauninni í ferlinu að þá í rauninni í staðin fyrir að hugsanlega láta hafna okkur út af því að við áttum ekki geðrænan vanda að stríða og hefum þá náttúrulega hér í huga það hægt að hafna okkur af alls konar ástæðum að þá fyrir við að forðast aðstæður og það til dæmis það sem hefur mikið verið sýnt á að sækja ekki vinnu, reyna ekki að eignast vini, reyna ekki að fara kannski í ástarsambönd og þá getur alveg hugsað það að einhver sem með enga sögu geðrænan vanda
sækir kannski 30 vinnur og fær ekki nema kannski 1 tilboð eða 2. Þannig að það er ekki eins og, þú veist, það sé bara að þú fáir vinnu ef að þú hefur ekki átt við geðræna vandamál að stríða. En það er líka þessi forðun sem að í rauninni fer þá að sýna að skiptir mjög miklu máli. Að óttin við að verða hafnað, að óttin við höggið leiði til þess að maður fari úr virkni í vanvirkni. Já. Og svo eru auðvitað hlutir sem gerast því að ég meina fordómar eru raunverulegir. Þannig að þó að ég sé hér að segja að hlutamyndinni sé þessir beinu fordómar sem við sjáum og getum sagt þetta hér augljóslega þetta en þessi ótti auðvitað byggir hann á einhverjum raunveruleika. Hann byggir á raunverulegri reynslu. Ég hugsa flestir sem að hafi farið inn á geðspítala hafi sennilega einhverja sögu þar sem þeim hefur verið tekið með neikvæðum hætti að því að þau hafa þá sögu. Við vitum hvernig umfjöllun oft í fjölmiðlum, við vitum hluti sem gerast í samfélaginu sem hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir sig og sína stöðu í samfélaginu. Ertu búin að lesa Ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson? Nei. Þú verður að gera það? Já. Nei, og það bara því miður staðreind sem við vitum alveg að ég hef ekki séð rannsóknir hér á Íslandi en rannsóknir erlendi sína að oft eru fordómarnir ekki minni og jafnvel meiri innan kerfisins. Einmitt, og meðal starfsfólksins. Meðal starfsfólksins og þetta getur alveg hugsað svona í rauninni hvað það þýður og það var náttúrulega til dæmis mjög lengi svo nálgun í geðheilbrigðisþjónustu að þú ert með í rauninni heilbrigðisstarfsfólki hér og svo þá sem eru með geðrænum vandamálin hér og þeir eru í rauninni að gera allt sem að þeim sagt og oft náttúrulega kannski að taka frá okkur hluti sem skipta okkur mest sem manneskjur. Og ég bara til dæmis veit að það var til dæmis kannski þessi hugmyndafræði að lífið ætti ekki að vera flókið. Jafnvel til dæmis var fjölskyldu haldið frá því oft var kannski fjölskyldan álitin svona ákveðin uppspretta geðræna vandan sem hún kannski í einhverjum tilfellum var ekki að vera kannski námi eða bara gera of mikið. Ég ekkit vissum bara eins og þú segir með þína reynslu ég held náttúrulega öll okkar göngum í gegnum tímabil þar sem að geðheilsu okkar betri eða verri og ég held náttúrulega þessi svona hugmynd einhvern veginn andlega heilsu og bara andlegar áskoranir og erfiðleika, við erum öll með geðheilsu. Við erum öll með andlega heilsu og hún betri eða verri á mismunandi tímabilum, en svo hugsum við líka bara hvað þurfum við sem manneskjur, hvað þurfum við til bara að vera til og til að blómstra. Ég veit alveg að ef að þú tækir af mér í dag fjölskyldunum mín og vini og geta talað hvernig mér líður og verið í starfi sem skiptir mér máli, ég ekkit vissum að það rosalega langur tími þangað til ég veit ekki, farin að heyra raddir eða slíkt, því að við þurfum bara til það svefnin. Ég veit alveg hvernig ég verð ef ég búin að sofa illa í ákveði langan tíma. Oft það náttúrulega til dæmis þegar fólk kannski í mjög alvarlegum geðhvörfum, það ekki búið að sofa. Þannig að það alls konar svona hlutir og það sem betur fyrir nálgunni sem við erum náttúrulega að sjá meira núna og hefur lögð áhersla á til dæmis þegar ég var að byrja að skoða þessi málefni, ég skrifaði doktorsritgerð sjúkdómsvæðingu geðrænna vandamál og tók meðal annars viðtöl hér upp úr aldamótum 2005 og þá var til dæmis tiltölulega róttæk hugmynd að þetta fara að koma starfsmaður sem væri jafningi inn á geðdeild að einhver sem væri ekki með menntun en hefði bara upplifað alvarlegan geðræna vanda hefði nú kannski eitthvað fram að færa. Núna það algjörlega orðin bara algild hugmyndafræði held ég hvað jafningar eru mikilvægir í bata. Sorgarviðbrögð, alkohólistar, þetta út allt. Ég meina þetta bara spurning og það náttúrulega hefur líka sýnt sig í rannsóknum til dæmis að svona erfiðasta tímabilið í líf okkar í rauninni frá því að verða kannski ungmenn yfir í fullorðin eða barn yfir í fullorðin og ef þú bara hugsar ef ég hugsa tilbaka núna sum þessi ár að ég meina þetta eru klárlega erfiðustu árin sem ég upplifði en samt var allt tiltölulega mikið í lagi, mikið ágætli í skóla, ég spilaði á píanu, ég átti vini, ég átti góða fjölskyldu en það bara drullu erfitt að verða fullorðin og finna út úr því hvað þú ætlar að gera í lífinu.
bættu við ofbeldi, bættu við að sé alkohólisma á heimilinu, bættu við einelti, bættu við enga vini. Ég meina er eitthvað skrítið þó að fólki líði ofsalega illa og það komi út í alls konar andlegum áskorunum. Nei, það er ekki skrítið. Og þegar ég misti vitið, þá var það einmitt út af þessum praktísku þáttum að ég svaf ekki, ég vann nú mikið og ég drakk mikið brennivín. Og bara allt í hennu fór allt sko, bara allt í hennu var öllum undir stöðum, undir fótunum á mér kippt í burtu. Og ég var bara heppinn, komast tilbaka. Já. Nei, og það er svo mikilvægt líka að þá fá þá í rauninni sem að við náttúrulega því miður gerðum stundum að dæma fólk hreinlega úr leik. Já. Og þá getum við náttúrulega líka bara hugsað, sko ekki hversu mikið einstaklingurinn er að missa, því auðvitað er einstaklingurinn að missa mjög mikið kannski vera dæmdur úr leik 20 ára og ná aldrei að nýta sína hæfileika eða gefa til samfélagsins. En líka við hugsum bara hvað er samfélagið að missa mikið. Ef að bara út af því að fólk kannski bara líka lendir í alls konar aðstæðum sem eru erfiðar og óheilbrigðar og skaðlegar og svo er það bara dæmt úr leik. En hérna, ef við förum þá kannski aftur heim hérna í lokin og aftur að upphafsreitnum, að sko horfir þá ekki í að þetta skjólshús komist á laggirnar. Geturðu sagt mér það? Ég samkvæmt því sem að, ég held að horfið að komist á laggirnar. Það er bara spurning hvar. Já, spurning tíma og staðsetningu. Já, það allavega kom fram á þessum fundi í gær að planið væri að vera ekki þarna. Ég veit ekki hvað verður ákveðið, en ég held að það sé náttúrulega bara mjög mikilvægt einhvern veginn að hugsa hvernig hægt er að gera þessa hluti vel og ég held að þessi hugmyndafræði sé mjög mikilvæg. Ég myndi ekki óttast það að hafa slíka nágranna. Ég held að sé alls konar fólk sem ég myndi óttast meira að hafa nágrann og þú veist aldrei, eins og ég segi, það geta allir verið hættulegir og þarna þú sýnir náttúrulega bara reynslan að svona úrræði eru alveg gífurlega mikilvæg til að hjálpa fólki að svona koma aftur inn í samfélagið og ég held að það sé það sem að við í rauninni viljum flest, við viljum búa til hér mannúðlegt samfélag þar sem að er hjálp fyrir fólk sem þarf á því að halda og það sem að auðvitað við vitum ekki er vandamála þó að við séum að flokka í okkur og hina. Ég veit ekkert hver geti greinst með geðklofa á morgun. Það geti verið besti vinur minn eða frænka mín eða ég sjálf. Þannig að þú veist, það er ekkert eins og þetta sé eitthvað að sumir bara, sem eru algjörlega hinir og allt öðruvís en við greinast með geðran vandamál og við venjulega fólkið eigum bara ekkert slíkt á hættu. Og sagður á hann að líklegar er að geðveikur verði beittur ofbeldi en að hann beiti aðra ofbeldi. Já. Þetta er mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa í huga sem er hrætt við. Dæmið á hann, 10 ára gamalt barn, kemur heim úr skólanum, það er einhverju hverfi og foreldrarnir þeir segja ég vil ekkert fá einhverja geðveika hérna í eitthvað hús á móti, maður veit aldrei hvað þeir gera og kannski bara taka stelpun okkar og fara bara með hann inn í húsið og eitthvað svona. Hérna, það er bara mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga sem út að segja. Nei, og vandamálið náttúrulega líka kemur og við vitum aldrei hvað einhver gerir. Það getur alveg verið einhver fýtt fjölskyldufaðir sem býr á móti þér, sem að tekur barnið út og gerir hræðilega hluti. Það er bara hluti af, bara það er allt fólk sem að getur gert slíka hluti. Og það auðvitað sem skiptir gífurlegu máli er að þegar við hugsum eitthvað svona eins og þessa hugmyndafræði og skjólshús, þar sem að þú ert líka náttúrulega að velja fólk inn sem að hendar þá inn í úrræði á þeim tíma, þannig að þetta byrjar til dæmis með fundum, það er ekki bara eins og einhver flytji inn sem að bara er í brjálaðri neyslu eða eitthvað slíkt, það er náttúrulega valið inn hvort að þetta sé úrræði sem hendar þeim einstakling, þarna ertu líka með jafningi á fólk sem vinnur með einstaklingnum, þannig að þarna getum við hugsað ef einhver fær svona hjálp núna þá er það kannski einstaklingur sem að verður ekki mjög hættulegur eftir að ferja alvarleg ofbeldisglæpi eftir 10 ára eða 5 ár. Þú getur komið í veg fyrir að 10 ára stelpan einhverjum árum síðar verði ef að fólk er að fá þá hjálp sem að það þarf á þeim tímapunkti. Akkurat, þannig að við þurfum að hugsa þetta við þurfum að komast aðeins upp úr augnablikinu. Já, við þurfum náttúrulega líka að því að við vitum og það hefur til dæmis verið gagnrýnt eins og í fjölmiðlum að við erum kannski að sjá, ég veit ekki hvað marga fréttir ofbeldi á hverjum degi. En þar til dæmis er mjög oft tilgreint ef að það var einhver með geðran vanda eða innflytjandi og þá kemur þessi ímynd
En það líka fullt af svoleiðis fréttum þar sem þetta á ekki við. Nei, einmitt. En þá stimplum við ekkert eins og ég segi einhvern millistétta fjölskyldu faðir sem að er með ágæti stöðu en gerir eitthvað hræðilegt. Það verður ekki þessi stimpill, hann er að gera það sem einstaklingur, hópurinn er ekki stimplaður, það er ekki álitið að allir sem eiga við geðrann og vanda stríða séu bara eins og oft hefur náttúrulega verið talað tikandi tífumastrengjur. Já, ég hef sjálfur góða reynslu af jafningja grunni sem alkoholisti og ég gerði bókun Dauðan og þar fjallaði ég mikið fólk sem hefur mist nánustu aðstandendur, eigin börn og svona og hvað jafningjagrunnurinn í sorgarstarfi hefur reynst þeim í rauninni miklu mikilvægari oft heldur en að leita til fagfólks þótt prestar og sálfræðingar og allir þessir hópar séu góðir þá í mörgum tilvikum fólki ekkert mikilvægara sem á bátt eða einhverju krísu en að vera í jafningja umhverfi og ekki rétt skilið hjá mér að svona skjólshús það yrði án yfirmanns það bara, þetta ekki bara í höndum jafningarna svolítið? Svo nú veit ég ekki alveg nákvæmlega skipulagið en það allavega mjög sterk áhersla á jafningja og ég held að það sé afskaplega mikilvæg og bara þessi nálgun eins og ég sagði hér áðan með að við erum öll með andlega heilsu, við göngum öll í gegnum betri og verri tímabil og bara til dæmis þessi munur og við erum náttúrulega rosalega greiningaglöð og greiningar hafa ákveðið hlutverk, þær segja þá áttu rétt á þessu og þessu og þessu en bara til dæmis þessi munur eins og kemur í gegnum hugmyndafræði valdeflingar, jafningja að í staðin fyrir að spurja til dæmis hvaða greiningu þú ert með, að hreinlega spurja hvað kom fyrir þig, hver þín saga, hverju hefur þú lent í að skilja manneskjuna í sínu stærra félagslegu samhengi. En nú ég bara að hugsa á staðnum, var ekki Reykjavíkurborg með eitthvað úrræði, var það á Hverfisgötunni eða Lindagötunni, einhverstaðar þar sem það voru svolítið sjálfur vistmennir? Almenna stefnumótunin hefur auðvitað verið svo að fara meira í svona úrræði og það hafa meðal annars verið skoðuð eitthvað slík úrræði og þetta orðin svona ráðandi hugmyndafræði að sem og við getum líka séð þetta til dæmis eins og varðandi fíkn að vera með til dæmis frekar heimilisúrræði heldur en stofnanir að þetta sé heimili fólks jafnvel aðstoða meðan það til dæmis í virkri neyslu sem auðvitað var ekki á einhverjum tímapunkti þannig að svona meira einhvern veginn að styðja einstaklingana við hvar þeir eru núna síðan auðvitað heyrum og það einhverjar rannsóknir sem hafa sýnt það að það náttúrulega eitt að vera með ákveðna hugmyndafræði og ég held að við séum svona almennt sem samfélag dálítið mikið búin að kaupa bata hugmyndafræðina og jafningja en hvað síðan gerist innan stofnana hvort sérfræðingar vilji láta af sínum völdum ef maður getur sagt það sem svo og svo auðvitað þetta við svona kannski upplifum Ísland sem samfélag sem svona frekar mannúðlegt og litli fordómar en hvernig það síðan í raun auðvitað önnur empírísk spurning. Einmitt. Heyrðu, en það allavega gott að heyra að segja það að þótt umræðefni í dagsins hjá okkur sé örlítið drungalegt á köflum þá erum við samt að sigla upp úr neikvæðninni, upp úr fordómunum. Við erum að sigla til betri vegar. Já, riðustöðnar sýna það og ég verð alveg að segja, ég myndi það eru önnur samfélög en ég myndi alveg segja það að ef ég eða einhver náinn mér myndi greinast með geðsjúkdóm í dag eða á morgun þá held ég myndi frekar vilja búa á Íslandi heldur en í flestum öðrum löndum. Það er gott að hafa það í huga. Kæra þakkir fyrir komuna Sigrún Ólafsdóttir. Við höldum áfram með rauðaborið hér eftir andartak, ekki fara langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.